Kæri Jesús, ég þakka þér fyrir það að þú hefur gefið okkur enn einn dag til þess að lofa þig á og hjálpa okkur til að þakka fyrir þannan dag og líta á hann sem enn eitt tækifæri til að lyfta upp höndum til þín, himneskur faðir minn, og auka spönn við trúna okkar og þekkingunni á þér, Drottinn Jesús minn, sem að þú æ meira og betur sannfærir okkur að sé það eina sem vert að vita meira þessum heimi, Drottinn Jesús minn. Við þökkum fyrir það öll þessi ár sem að baki og allan vöxtun sem hefur orðið í okkar trúa lífi og ég bið að þessi dagur bæti ögn við það allt saman, Drottinn Jesús minn. Í Jesú heilaga nafni. Amen. Já, góðan daginn, kæru vinir, og velkomin. Við erum komin hingað og við erum nú farin að þekkja kringumstæður og aðstæður og fellur þetta allt saman bara ágætlega í geð. Og best af öllu þekkjust við þetta það sem hér fyrir fram og það er þetta yndislega orð Guðs og ræðan og predikunin sem að héðan hefur verið flutt, og við erum senn að fara að heyra enn eina kennsluna og hvatninguna til að auka við trúna og ekki væri nema eitt lítið hænuföt. Þannig nú með þessa blessuðu trú að hún kemur í bitum. Hún kemur sjaldnast í stórum stökkum, heldur bitum, eilítið í dag, eilítið í gær og eilítið á morgun ef við höfum dug í okkur til þess að draga okkur þangað sem matarborð Drottins sem enginn segir mér neitt til að það sé neitt 100% trygging fyrir því allt þetta ákvörðun sem við tökum. Ég tók ákvörðun í dag, ég tók hann í gær og ákvörðunni núna, hún dugir daginn út og svo kemur nýr dagur með öllu nýju sem við þurfum að gera og höfum þurft að gera í gegnum tíðina. Þetta er ekki að byrja bara núna, við höfum gert þetta allar götur frá því að við fyrst opnuðum augun í þessum yndislega heimi. Og vegna þess að við höfum nú tekið þennan pól í hæðinni, þá höfum nú trúatetrið okkar fengið sín vaxtarskilyrði og má segja, og ég trúi því að sé hjá mörgum, vaxið eðlilega, komist í eðlilegar hæðir, því að eftir ákveðin tíma með Jesú þá ætti trúin að vera komin á einhvern ákveðin tiltekinn stað í okkur. Hvort hún gerir það af engu öðru en vanrækslu, séu nú ekki að þeim stað sem að tímans vegna hún ætti að vera á. Og þetta segir okkur það að við höfum verið annarkvort höfum við verið að rækta trúna eins og vera ber, eða við höfum gert það verk slæflega, og það að birtast í einmitt þessu að trúin kannski að styrk ekki nema hálfgildings þar sem hún gæti svo hæglega verið, bara með því að gera vilja Guðs og nota daginn í það. Þetta snýst það, að nota daginn til þess að rækta upp trúna í sér eins og Drottinn hefur uppálagt okkur að gera. Og þetta einmitt það sem að predikarar og kennarar hvetja menn og konur til, það einmitt að stunda þetta. Í raun og veru hlutverk, helsta hlutverk þessa mann og kvenna sem á þessum stað að benda mönnum á þetta, að þessi dagur þarf að vera dagurinn sem við bætum svolítið við trúavöxtun okkar. Já, þessi dagur, núið, hér og nú. Við segjum líka með þeim hætti stundum. Og þetta allt saman sannleikur. Þetta það sem þetta það sem að Drottinn uppáleggur okkur að gera, og hann segir, og við vitum það, við höfum ekkert nema andartaki til verksins. Það sem var, en ekki í dag. Það sem núna okkar raunveruleiki og líka fyrir trúna. Erfitt að kyngja svona bitum, ég bara veit ekkert það.
en ég veit bara að fólk, einhvern veginn það bara gengur inn í daginn, já, allt og margir bara í hálfgerðu meðvitundaleysi, það bara, hann hérna, jú, ég vaknaði í morgun og ég að fara þangað og hingað eins og ég hef alltaf gert, en samt þetta spáni dagur. Og það með þessu hugsun sem að trúnni svo umhugað að við vitum og lifum. Það getur haldið ákveðinni árvekni vakandi og ákveðnum stöðum í okkur vakandi til að mynda sem sjá þennan nýjan dag svona. Og það ekki alveg bara stórkostlegt þegar menn og konur og fólk nær því að sjá daginn sem nýjan dag? Ég held að hljóti bara að vera afskaplega lífgefandi kraftur sem að þá brýst fram í okkur. Men þessi kraftur hann þarna, en ég ræði öllum það hvort hann vakni eða sé áfram bara sofandi. Það má segja hann sé sofandi ef ég veiti engu svona löguðu athygli, en mér ætlað að veita þessu athygli því að Drottinn vill að við séum meðvituð þetta yndislega nú, hér og nú. Jú, ég hér, núna, og þú ert á þínu stað núna. Og hvað að gerast í kringu því akkurat núna? Já, hefur eitthvað verið að velta því fyrir þér? Já, það örugglega eitthvað nýtt sem var ekki í gær. Það örugglega eitthvað fólk, ef þú vinnur á þannig stað, sem var ekki í gær. Fólk sem kemur og fer og sumir hafa aldrei komið þarna inn áður og ræti ekki einu sinni út og þú þarft að vísa því út af því það veit ekki hvað útidyrnar eru. Þetta allt saman eðlilegt þegar við þurfum að læra. Ef við komum á nýjan stað þá þurfum við að læra á þennan nýja stað. Og spurningar koma upp hjá okkur sem að kannski finnst ykkur ankannalegar en eru fyrir þér algjörlega eðlilegar því að þú veist ekki betur og þá spyrðu til vegar. Kannski verður þetta þitt hlutskipti í dag að rekast á nokkrar slíkar manneskjur, hver veit. Og þú hefur ekki lent í því áður og þá sérðu hvernig dagurinn birtist þér sem alveg spánýr. Kannski verður þetta þér minnistætt þegar árin líða. Hvað veit maður svo sem hvað fólki minnistætt, en það eru svona litlir punktar hér og hvar og mundu það að allir þessi punktar sem þú manst lengi og alla ævi jafnvel gerðust í sínu andartaki í núinu sem þá var. Þannig að við sjáum að þetta allt saman nýtt og ferskt. En það svo mikilvægt fyrir okkur að taka eftir þessu að þetta sé staðan. Og við eigum trúna sem bendir okkur ítrekað á þetta. Því að hún vill að við lendum ekki með sjálfu okkur inn í einhvern doða, einhvern drunga sem að svona vaninn tosar yfir okkur. Það gott að vera með vana og við erum auðvitað þannig gerða, við getum ekki verið algjörlega laus við vana, en það samt ágætt að vita af honum og reyna svolítið að stýra honum og það getum við. Það okkur gefið að geta og við gerum það sum af okkur en aðrir eiginlega hugsa ekkert þetta mál. Ekki svo að skilja að þeir megi ekki hugsa ekkert þetta mál en sumir kannski velta pínulítið og öðru hvoru vöngum yfir svona hlutum. Og ég nokkuð viss það að sá sem á lifandi trúi sínu hjarta, hann veltir vöngum yfir mörgu sem að, já, vantrúin ekkert að gera. Vantrúin kannski upptekin bara sínu og hvað hennar. Það svo margt sem að við viljum ekkert að sé að drattast með okkur en þekkjum því miður allt og vel, eins og áhyggjur og alls konar skortshugsun og alls konar svoleiðis. Skortshugsun en slæm hugsun en hún rosalega algeng, þessi skortshugsun. Akkur skortshugsun? Að því að maðurinn að reyna að finna sér einhvað sem hann getur svona aðeins lífgadaginn með. Og það þessi skortshugsun, hún kallar fram einhvað og ég fer að sannfæra mig það að þetta vanti mig svolítið mikið inn í mitt líf. Þarna erum við að tala þetta prjál.
Þarna erum við að tala um þessa dauðu hluti sem æpa á okkur og auglýstir eru sýnt og heilagt til þess að freista okkur og fá okkur til þess að versla þetta og jafnvel eru þær útbúnar þannig þessar auglýsingar þar eiginlega reyna að sannfæra mig það að þetta þurfi ég. En ég á svo mikið að dóti að drasli að ég geti alveg bætt þessu við mig en ég spyr mig kannski ekki spurningar en til hvers ætti ég að gera það? Geti ég ekki nota bara eitthvað af því sem ég á sem kemi að öllu leyti í staðinn fyrir þetta undratæki sem að kyngir og tyggir fyrir mann? Það nú stundum svona gefið í skinn með það að þetta tæki það geta hreinlega kyngi fyrir þig og tyggi. Ég get alveg tuggið sjálfur og ég get alveg kyngt matnum sjálfur og því sem ég er með upp í mér og ég ætla bara að gera það áfram. Ég þarf enga hjálp við það. En svona er nú það sem að þessi sölumennska uppbyggð að hluta til, þetta er kannski auðvitað öfgamynd, en svona er hún uppbyggð, hún er alltaf að reyna að koma þessari skortshugsun að hjá okkur. Er það ekki rétt hjá mér? Jú, hún er byggð mikið á því, vegna þess að heimurinn er orðin fullur af framleiðslu vörum og hver framleiðandi eftir annan að reyna að yfirbjóða hinn með einhverju útlitsbreyttu tæki eða leikfangi eða hvað sem þetta er, en heimurinn er alveg fullur af þessu. Í raun skortir okkur ekki neitt. Við höfum yfirflæði en eru samt uppi með þessa skortshugsun vegna þess að hjarta það er ónært. Andi mannsins hefur ekki fengið þá næringu sem hann vill og af því að hann fær ekki þá næringu sem hann þarf, þá kemur upp þetta tómarúm sem við erum alltaf að reyna að fylla upp í. Eitt af þessu fyllingarefni sem við notum er þessi skortshugsun og hugsunum það, já, að það verðum gaman að eiga þetta og hitt. Við vitum alveg hvernig þetta er og við förum og fáum okkur þetta og hitt og hvað gerist? Jú, vissulega spenningur á meðan við erum að afgreiða þetta mál og fá þetta til okkar og ég tala nú ekki þegar við komumstum í það og aðstöðu að fá okkur splunkun í en bíl. Vissulega gaman, frábært. En þessi nýji falli í bíl, hann verður bara vanasteinninn út á plani eftir kannski 2-3 mánuði og þú sest upp í þinn nýja splunkun í bíl en ertu fyrir löngu hættur að taka eftir því að þú sért að aka á splunkunni í bíl. Þannig að spenningur sem var þegar þú varst að kaupa þetta, hann er farið fyrir löngu. Hann fer bara fljótt. Þannig að þessi skortshugsun, þetta tómarúm, það viðhelst í þér vegna þess að tómarúmið er vegna guðleysis mannsins. Þú getur ekkert fyllt þetta tómarúm nema Guð komi inn í myndina og nú erum við að tala um trú. Nú er komið til að kasta kristina mann og kvenna að boða trú og boða mönnum þetta. Þeir eru kannski ekki með eftir í huga sínum þessi skortshugsun, það er svona annars konar þangi sem að kveiknar þetta bara að því sem við erum að trúa á og Jesús hann er að tala til okkur alls konar hluti og verk sem að við þurfum að ígrunda og upp kemur þetta orð skortshugsun og við segjum við erum að reyna að mæta því í stað þess bara að kalla drottinn Jesús inn í okkar hjarta, bjóða honum velkomin og bara trúa því að hann muni bara bænheyra okkur því að drottinn er bænheyrandi Guð. Þetta er verkið okkar kristinna manna. Við erum sum uppteknari við þetta en aðrir en ég hygg að kristinn maður og kona sem á annað borð veit hvað trúin er, hún gerir þetta með einhverjum hætti. Hún er kannski ekki ávaxtasöm með sína eigin trú, jafnvel þó hún sé ekki rosalega ávaxtasöm með sína eigin trú og nú er ég að meina það að hún kannski ræktar ekkert sína trú eins óskaplega mikið hún vildi og hún ætti að gera, að þá getur þessi manneski alveg verið boðberi Jesús
Því hún veit alveg hvað hann að tala, hún veit hvað hún á, hún veit að það það besta sem hún á, það Jesús í sínu hjarta, þó hún sé kannski ekki að rækta hann upp sem skildi, sem auðvitað ljóður á hennar ráði. Því að það ljóður á ráði manna og kvenna sem eiga þetta besta sem þeir geta fengið, en ekki að rækta það til að fá meira út úr því. Þú veist bara með íþróttirnar sem þú ert að stunda, hvort sem það golf eða veiðar, eða golf, segjum það, og þú veist nú svolítið meira eftir 3 ár golf, heldur þegar þú varst að koma þarna í fyrsta skiptið og þekktir ekki uppi eða niður hvað golf væri og varst svona jafnvel ekkert með á hreinu hvernig reglurnar væru. En svo komu reglurnar og þú fórst að skilja þetta betur, og 3 árum seinna ertu komið með miklu betra vald og kylfunni og getur stýrt kúlunni miklu beinna að marki en þú gerðir þá. Allt æfing, eins og með trúna. Þú skilur trúna betur að því að þú ert að rækta þína trú, þú ert að stunda þína trú, það er því rosaleg synd og mikill löstur hjá trúið fólki sem ekkert að gera þetta. Og þarna bendi maður auðvitað á sjálfan sig, manneskjuna mig, því að það getur þetta enginn nema ég, og þú segir þetta fyrir þig, ég. Eina sem við getum gert, eins og oft hefur verið talað hér, að við bendum mönnum á þetta. Við réttum þetta við menn, við hvetjum menn þangað í þessa átt. Við erum með öðrum orðum að hvetja menn að borði Krist og þá minnkar öll hugsun hjá okkur þennan skort og þessa skort hugsun, hún kannski dettur alveg út. Þvert á móti komin önnur hugsun upp sem segir mér skortir ekki neitt. Þetta það sem trúin vill gefa mér. Drottinn segir sjálfur, hann kemur inn í þetta, ég mun vel fyrir sjá. Og við vitum að hann muni vel fyrir sjá. En við vitum líka, vegna þess að við höfum reynt að séða á okkur sjálfur, þessa breytingu sem sannfærir mig hvað séu nægtir. Já, þú horfir yfir svæðið heimaður og þú hefur nægtir. Maður sem að sannfæri sjálfan sig þetta, hann hefur ekki leið eitthvað skort hugsun uppi. Því þetta bara rýmið sem að býr til þessa skorts hugsun þína og mína og okkar, ef þetta fyrir hendi, vegna þess að guðleysið fyrir hendi í hjartanu. Sem sagt, það tómarúm sem fyllist ekki nema Drottinn sjálfur komið þangað inn með sinn heilaga anda. Hann fyllir þetta rými og skortshugsunin ekki lengur til. En þú ert ekki með mest allara mann og kvenna hlutum í kringu þig. En samt, þú ert með það sem þú þarft og meira það sem þú sjálfur vilt hafa. Það ekki allt fyrir þér ef þú ert með allt sem þú sjálfur vilt hafa? Jú, það allt fyrir þér. Hvað þá skortshugsunin? Hún útilokuð. Allt vegna þess að maður eða kona eða hver sem var kom til þín og sagði frá Jesú. Þannig var nú byrjunin á því. Sagði frá Jesús. Og einhver móli, Guðsorða móli var eftir í hjartanu og hann fór að vinna. Og þessi móli breyttist í sáðkorn sem skaut rótum og hann fór að gefa af sér ávöxt og þá vaknaði trú sem breytti svo mörgu fyrir þér. Og þú sást sumt algjörlega upp á nýtt og það sem þú sást núna var rétt. Sem þú áður hafði rangar skoðanir á, ertu með núna rétt að sína á. Og þú gengur þennan veg. Og þú verður ekki varfinn eina skortshugsun í þínu hjarta sem þú varst fullur af áður. Við vorum að tala hvernig við mætum þessar skortshugsun með því að fara í verslunar, túra og leiðangra. Og við fellum töskur og svo aðra af einhverju, sem við segjumst þurfa og að því að þetta var svo ódýrt, þá keyptum við það. En svo komum við heim. Veitu hvað við að hafa þetta? Það allt fullt fyrir af. Já, vegna þessara skortshugsunar sem alltaf íta okkur annað vegið út í búð með kreditkortið okkar.
Það getur vel verið að þú greiðir þetta allt saman út í hönd og ég biður nú það, en sumir er ekki svo forsjálfir. Þeir eru bara með þetta á raðgreiðslum og eru auðvitað að stofna sér í hættu þar vegna þess að þetta, þó að raðgreiðsla sé ekki há á mánuði, en þegar þau eru orðnar 10 eða 15, þá er nú komin svo litið önnur staða sem þú ert að greiða mánaðarlega af þessu og hinnu. Þetta er vandinn. Þetta er þessi vandi sem við erum að glíma við, hvert og eitt okkur. Ég þekki þennan vanda mjög vel þegar ég var sjálfur á þessum stað. Þó að önnur staða sig uppi í dag og ég þakka hana eingöngu Jesú Kristi. Hann sneri nú ofan að því öllu saman með mér. Og þetta allt saman hætti fyrir, eins og ég segi nú oft hérna, ég bann bara ekki hvenær það er orðin allmörg ár síðan og það skiptir rundar engum máli hver langur tíminn er. Ég veit bara að þetta er staðan ennþá og það er ekkert útlit fyrir að það breytist neitt. Þarna er líka komin upp myndin svo að við höfum lært af reynslunni okkar. Við höfum lært af því að falla ofan í einhverja gryfju og við segjum við ætlum aldrei aftur að falla ofan í þessa sömu gryfju. Það mál er búið, það er afgreitt, það er dautt, það er farið. Svona er vel hægt að lifa sínu lífi. Allt vegna þess að við fengum fyllinguna sem að kallaði fram þessa ítrekuðu skortshugsun hjá okkur. Fyllingi kom, skortshugsunni hvarf og hugsunin allsnægtir tóku við sem er sannleikur málsins. Að hafa allsnægtir, við sjáum að það er meira en allt annað afstaða. Allsnægtir er það sem þú þarft að hafa, hefur og sættir þið við. Það eru allsnægtir fyrir þér. En sértu ekki með þessa mynd sem trúaður maður hefur, þá ertu líklega alltaf öðru hvort að glíma við þessa skortshugsun. Við munum til að mynda eftir þessum verslunarferðum sem ágætur Íslendingurinn var nú að fara í til ógeðslega ódýra útlanda, þar sem flíkur og annað kostuðu skít og priki. Og menn komu hlaðinni töskum af fatnaði. En vantaði þeim þennan fatnað? Efast má það. Þetta er skortshugsun. Þó engin skortur sé í raun og veru þar sem viðkomandi er. Þetta er bara eitthvað sem er óuppgert, eitthvað ófullnægt í eigin hjarta. Þetta er tómarúmið sem er í manneskju sem á ekki Jesú. Andinn, þegar skilnið sem vegna verksins við skilningstré góðs og ills hvarf úr manninum. Og nýir einstaklingar sem kom í heiminn, sem betur fyrir nú fólk að fæðast í bunum, það hefur þetta tómarúm. Sem sagt, staðurinn í manneskjunni, hann er þarna. Maðurinn er skapaður með þennan stað, en að því að þetta gerðist, þá er ekkert að vera þar. Þetta er þetta tómarúm í okkur. Og við þroskustum og förum að taka sjálfstæðar ákvarðanir allt og við förum að glíma við þessa skortshugsun. Á þess að horfa í kringum okkur og segja við okkur svo, ég hef nú, akkur ætla ég að fara að fá mér eitthvað nýtt, ég hef þetta sem ég þarf. Alls konar svona sögur sem við erum að heyra. Við höfum heyrt fólk og þekkjum kannski fólk sem hefur tekið ákvörðun að endun í allt inn í stofunni hjá sér. Sófasettið, það sá ekki á því. Sófaborðið, það sá ekki á því. Vegghillurnar og skáparnir, það sá ekki á þeim. En þetta var allt saman endur nýja. Af hverju? Skortshugsun og sjólítið spenningur verður til í kringum þetta að koma þessu fyrir, stilla þessu upp, raða þessu upp, fá nýtt útlit á stofuna sína, allt í lagi með það, en af hverju? Skortshugsun. Hún býr í hjartanu. Hún verður til á tómarúminu sem ekkert nema vitundin Jesú Krist fyllir.
Heilagur andi sem sagt tekur sér bólfestu þar og fyllir þetta. Og þessi hugsun er horfin. Og önnur hugsun komin inn í staðinn. Ég hef allsnægtir. Og það er rosalega góð hugsun og það er rosalega mikill friður samfara slíkri hugsun sem að kristnir menn eiga, og ég segi það, ef þeir hafi ekki ræktað þetta upp hjá sér, þá er það bara synd og skömm og ekkert annað. Því að rétt eins og ég, sem þessi kristni maður, hef allt, og þetta fólk hefur það líka. Kannski sjá þetta ekki allir, en ég trúi því að svona obbi kristinna manna líti þeim augum þessa hluti. Og það skal vera akkur og ávinningu fyrir þetta fólk. Það á Jesú, og Jesú talar, Jesú kennir, hann hefur orðið sem kennir, sem er okkar kennari. Og við erum að ýta sjálfum okkur og öðrum að þessu orði og til samfélagsins við lifandi Guð, að því við vitum, við trúum því að það sé það sem við þurfum að gera vegna alls sem er að gerast í heiminum, vegna þess að við erum ekkert öflura fólk en þetta fólk sem er haldið þessari skort hugsun. Og ef við viljum ekki rækta Krist, kalla eftir honum í dag, þá erum við í raun og veru að undirbúa þessa skort hugsun hjá okkur og allt í einu verðum við óánægð með það sem er í kringum okkur. Segjum það. Þetta getur allt gerst. Og akkur kæru vinir, haldið þið að við séum að tala eins og við tölum. Það er vegna þess að þetta getur allt saman gerst. En Kristus segir, ég vill ekki að þetta gerist og meira, þetta þarf ekki að gerast hjá ykkur sem eigið Krist í ykkar hjarta. Við eigum að líta á trúna okkar sem ávinning til okkar. Og trúin er í eðli trúarinnar að hún vill breyta manneskjunni. Og margir auðvitað breytast og ég hygg nú að allir kristnir menn að einhverju leyti breytist. Hvað þeir síðan gera og hvert þeir síðan fari með sjálfa sig er bara allt annað mál. Við vitum valið, við vitum frelsið og ég segi að þetta val og þetta frelsi er stórkostleg gjöf sem ég aldeilis vildi ekki að væri með öðrum hætti. Mér finnst stórkostlegt að geta bara valið. En ég veit að velja er alvöru mál. Og hvað geri ég þá? Ég einhendi mér í orð Guðs. Ég hef ásett mér frá fyrsta degi að bera ábyrgð á minni trú. Og hvað meira? Að því gef þessa yfirlýsingu hlýtur að liggja í henni að ég ætla að sjá að lesa orðið. Sjálfur. Meira heldur það að bíða eftir því að aðrir komi og kenni mér. Ég fer að hlusta á predikunina, ég fer að hlusta á ræðuna. Það er allt annað mál. Vegna þess að ég er í samfélagi. Ég er kristinn maður og kristinn maður einhvern veginn samfélagi það dregur hann að. Það getur verið átök hjá kristnum manni sem þverskallast við að fara inn í samfélagi. Því að samfélagi vill toga hann til sín. Og við rembustum á móti og tógustum á við þetta og þetta þekkja þeir menn sem eru ekki að stunda sitt samfélag, hvernig það togar alltaf í það og það er eðlilegt. Þetta er þannig að Guði gert. Val, vinu minn og vinkona mín, val. Lífið okkar, líka í Kristi, er val. Kristur 100% verðir valið okkar. En heimurinn gerir það ekki. Gerðu eins og ég eða áttu þig. Vertu í þessu ferli eða áttu þig. Þetta er heimurinn. Enda stýrð og stjórna af vondum dögum. Og vondir daga eru ekkert umhugað velferð mann og kvenna. En það aftur á móti er trúin, það aftur á móti er Kristur. Og hann horfir í hjarta þitt.
sér að allt fyllt upp í topp. Hann horfir á hjarta þessa mannesku og það allt tómt. Og endalausar hugsanir skort eru í gangi. Og endalausar hugsanir að kaupa þetta og hitt eru í gangi til að fylla upp í þetta rými í sér sjálfum. En þetta allt saman skammgóður vermir og þetta vitum við. Nýja brumið af nýja hlutnum fer fljótlega eftir að umbúðurnar eru farnar. Og kassinn komin út í tunnu og búið að stilla af tækið eða hvað þetta og eftir nokkra daga þá þetta bara orðið einn vanasteinninn á heimilinu. Vanatækið og svo framvegis og svo framvegis. En það bara dautt tæki. Gefur þér gleðu allt saman það fer eftir því hvernig tækið en þetta tæki sem kom í staði fyrir annað tæki sem var í raun og veru að gefa þér sama. Hver munur? Það í raun og veru engin munur. Nema þessi skortshugsun dreifiði af stað. Og þú tókst hitt til hliðar, seldir það, gafst það hvernig það var og stiltir hinu upp og eftir smá tíma þá þetta bara eins og þetta hefur alltaf verið. Og eftir smá tíma þaðan í frá aftur komin upp þessi skortshugsun og pælingar hvað þú vildir fá þér. Sem sagt þetta fólk það að leita og gengur alltaf fram hjá Kristi sem það í raun og veru að leita að en viðurkennir ekki og gerir sér enga grein fyrir því að sé með þeim hætti því að þetta fólk slegið hulu, mundu það. Þú sem kristin manneskja ert ekki lengur með þessa hulu yfir þér. Þakkaði fyrir það. Hrekktu þér ekkert upp af því að þetta Guðs verk í þína þágu. Og viðmiðin þín eru önnur vegna þess að hjartað fyllt heilugum anda. Og þú veist, og ég veit við vitum það, gjöf frá Guði. Ég á ekkert í þessari gjöf. Hann á hana 100% og lét mér eftir. Og í kærleika sínum bauða mér að ég skyldi rækta þetta. Og nota til þess þennan dag. Og hér eru við að ræða málin Jesú Krist og gagnsemi trúarinnar og alls konar prjál sem að menn án trúar eru að baksast við, kaupa, setja sig í skuldir vegna og svo framvegis. Fylla skápa og annan af ykkur fötum sem bara eru þar. Þetta ekki mikið þannig? Ég held að sé bara mjög mikið af því, já. Allt skiljanlegt þegar við vitum hvað máli snýst. Allt skiljanlegt þegar við horfum í þetta tómarúm sem býr með hverri mannesku sem á ekki Jesú. Tómarúm sem verður fyllt af heilugum anda. Sé hann ekki til staðar, verður þetta tómarúm áfram og þessi bardagi við skortshugsunina bara heldur velli. Því það eitthvað í manninum sem segir við en ég verð að fylla þetta tómarúm í mér. Og hann sér eitthvað falleg, hann að komið, fæði mig bara svona og ég bara í góðum málum. Jú, þetta gerist eitthvað, velduði gleði og ánægð, eins og vorum að tala við þekkjum þetta. En þetta allt saman horfið eftir smá tíma. Horfðu til dæmis á fallega hlutin sem þú keyptir með þvílíku stolti annað sem hefur ekki sést árið seinna. Hann bara þarna. Jú, flottur hlutur og þægilegur sófi og gott að leggja sig í honum eða sitja í honum. En gamli sófinn var bara ágættur. Þannig það breytti sjálfum sér engu. Þessu var bara skipt út fyrir annað, eins eða svona svipað. Að þau vildu fara að breyta til hjá okkur. Það er gott að breyta til og ég ekkert að segja að það sé ekki gott að breyta til. En þetta líka af hinu og miklu meira af hinu sem við köllum hér skortshugsun. Til þess að fylla upp í tómarúm sem verður ekkert fyllt nema með orði Guðs, með heilugum anda. Og þetta skal vera verkefni hins trúaða manns.
Það er að boða trú, lifa trú og vera með þeim hætti fyrirmynd. Því við erum kölluð til þess að lifa okkar trú, dvelja í faðmi lifandi Guðs, rækta samfélagið inn við hann á morgni hvers dags eða á hverjum degi og vera þetta trúaða fólk. Og svo hitt sem að getur alveg verið undirstrikun og árétting fyrir allan einhvern, að við erum verði keypt. Það dó maður til þess að ég skildi ekki deyja. Dó maður sem að Drottinn Faðirinn sendi frá himnum með þetta í sér að dauði hans geti björgað öllu mannkyni. Og þetta nafn er Jesús. Og fyrir trú á hann þá færði þennan heilaga anda sem að sogaðist út úr manneskinu, Adami og Evu á sínum tíma, og allir sem eftir komu voru með þetta tómarum í sér, og barnið sem fæðist í dag hefur líka þetta tómarum. Og þegar það þroskar að þá líka vex þetta með. Og þegar hún er orðið fullorðið manneski er hún komin á sama stað og við öll vorum á að einhverju leyti að þessi skortshugsun fer að láta á sig kræla með einum öðrum hætti. Og við förum þá leið sem við höfum og þekkjum, það er að mæta þessu með einhverju eyðslu. Eyðslu, við sjáum að framleiðslan, þessi gríðarlega framleiðsla, á ekkert endilega einhverju sem þarf, því að það er til svo mikið og við erum að reyna að skaffa fólkinu atvinnu og þurfum að skaffa öllum þessum miljörðum atvinnu og við erum að framleiða og það sem við framleiðum reynum við að selja og við förum inn á auglýsingarstofurnar sem búa til merkilegar auglýsingar. Þetta er ákveðin iðnaður auglýsingamennskan, myndu það, og hann býr til eitthvað sem að höfðar svolítið til þessara skort hugsunar minnar. Og ég gríp á lofti og það er engin lausið þetta. Við erum ennþá að sjá ykkur flottu, já ég geti náttúrulega notað þetta, en þó ég geti alveg bjarga mér með einhverjum öðrum hætti sem ég bara hef til staðar. Þannig við erum öll að glíma við þetta, en misjafnsamt hverju við látum undan. Á margt setjumst við. Á flest kannski setjumst við af þessum toga. Því við vitum á bakvið þetta allt saman, þetta er bara prjál, þetta er bara hégómi. Það má gera þetta með öðrum hætti og þó þetta getur verið kannski þægileg staða að vera með nákvæmlega þetta borð eða hvað þetta er. Þá getum við gert þetta með öðrum hætti og gert það bara alveg prýðilega þannig og það kostar okkur ekki 5 aur. Nota það sem við höfum er svona ákveðin bara hygni í raun og veru. En skortshugsunin, hún ýtir þessu öllu saman niður. Hún sest á þetta, breiðir yfir þetta því hún vill ekki sjá þetta. Þetta er fá einhvað sem að hyrgar augun. Veit að þetta varir skamma stund. Eftir ár þá er þetta bara hluti sem er í húsinu. Fallegur, já, líklega. Hvar fyrir eitthvað annað á þekkt? Þetta er maðurinn. Þetta er nú fallin manneskja. Og hvernig breytum við þessu? Við breytum þessu ekki neitt. Nema Drottinn kom í stað. Hann breytti mér. Og þú segir það með mér. Hann breytti mér. Og ef hann gat breytt mér, getur hann líka breytt hvaða manneski sem verða vill. Þetta er verkefnið. Ekki það að hjóla í þessa skortshugsun. Ekki það að hjóla í þessa auglýsingu, í framleiðsluna, því hún er. Nei, við boðum Krist og hann fyllir manneskjuna anda sínum, fyllir holrúmið í hjartanu og allt er orðið breytt. Sérstaklega hvað viðmið varðar. Jú, ég á nóg. Jú, það getur verið gaman að eiga þetta, en bara ég er nú bara með ágætis borð hérna, ég þarf ekkert annað. Þetta er að vera nýta það sem er á. Og þetta er líka hugsunum að fara vel með sína peninga og það er ekki löstur. Það eru gæði að fara vel með sína peninga. Og það á hver maður að gera, hann á að fara vel með sína peninga.
hann auðvitað að hugsa fyrst sínar þarfir og hafa hann eitthvað afgang, þá getur hann gert afgangi hvað sem hann vill. Við verðum að vera með þetta allt uppi og þetta eitt af því sem trúin kennir, en ef hún kemst ekki að einhverja hluta vegna til þess að segja okkur þetta og margt annað, já, við hvernig að sakast okkur sjálf. Að líklega við viljum ekki hlusta á hana, við viljum kannski ekki hlusta á nokkuð skapaðan hlut. Það er nú eitthvað ljóðurinn á ráði okkar manna að við erum svo ófús til að taka við kennslu frá fólki. Einhvern veginn verðum við alltaf að finna upp öll hjól sjálf. Maðurinn, já, hann er ekki alveg alltaf skiljanlegur, en hann nú samt þarna. Við verðum bara að þola hann. Alveg eins og aðrir menn þurfa að þola mig, þá þarf ég að þola alla hina í kringum mig. Og það er svona, getur verið skóla upp á hvern dag, en vinnandi vegur. Með trúnni eru alla líkur á því að já, að þetta sé mjög bara vinnandi vegur. Við þurfum trú. Trúin breytir okkur. Trúin fjarlægi skortshugsunina og gerur okkur bara sátta við þessu við eigum. Gamlar möblur, ekkert mál. Gamall bíll á hruni kominn, ekkert mál. Það væri allt í lagi að fara endurnýja. Það er eðlileg hugsun. Skortshugsunin er mjög slæm og er veruleiki því miður allt og margra manna, ekki bara á Íslandi, heldur í öllum heiminum. Allstaðar. Allstaðar þar sem Kristur er ekki, kemur upp þessi skortshugsun að einhverju leyti. Skortshugsun er ekki góð hugsun. Hún er ekki guðleg hugsun. Heilagur andi kalla fram guðlega hugsun. Hann segir það sama. Herðu vinur, eða vinkona, ættu við ekki að eiga smá samfélag við lifandi Guð í dag? Núna? Og þú tekur undir það, jú, við skulum eiga smá svo litla stund með honum í dag. Já, núna. Og það verður. Og margt lifnar við, sem að kannski var aðeins farið að geispa. Þannig helst trúin. Og þannig ekki bara helst trúin, heldur vex hún spönn, örlítið. Og trúin gerir sig algjörlega sátta við það. Kyrrstaða, nei takk. Örlítið upp á við, flott. Þannig nú trúin. Og þetta það sem að Drottinn vill segja við okkur í dag og segi við þig, Konráð, það ræður þessu enginn nema þú. Og hvað viltu gera? Ég segi, bara gefa út yfirlýsingu, ég vil rækta og vaxa í minni trú í Jesú nafni. En Konráð Rúnar Friðriksson þakka fyrir sig og heldur þessu góða verki Drottins áfram.